Jæja, þetta síðasti liður fyrir kaffi. Nýsköpun æviskeið hugmynda frá uppgötvun til framkvæmda. Hvað nýsköpun? Menn segja að sé búið til eitthvað nýtt sem á endurbæta það sem þegar til staðar. Nýsköpun ekki að sama á ný hugmynd, heldur að tala um nýsköpun þegar hugmyndin er hringt í framkvæmd. Og nýsköpun líka nýtt og endurbætt ferli, þjónusta afurð eða fyrirkomulag sem skapa fjárhagslegt verðmæti eða annað almennt verðmæti. Algengastu uppspretta nýsköpunar eru nýjar kröfur viðskiptavina, líffræðilegar breytingar, ný tækni, ný fyrirtæki og viðskiptalíkun og frumkvöðlar. En nýsköpun getur verið róttæk, til dæmis þannig að nýmælið orsaki grundvallar breytingar á hvernig staðir að verki í heilli atvinnugrein. Til dæmi eins og Apple og iPhone og annað eru hugbúnaðarverkfangurinn hugvartækja róttæk nýsköpun og Rannís hefur meðal skipt verkefnum sína í tvo flokka, annars vegar rannsóknarverkefni og hins vegar þróunarverkefni. Rannsóknarverkefni eru ekki frumgerðir. Ef þú ert að koma eitthvað nýtt sem frumgerð, sem eru ekki reynt áður, sem menn þekki ekki, þá kallast það þróunarverkefni. Þannig að menn gerir sér grein fyrir að hér þróunarfyrirtæki að ræða. Hvað frumkvöðull? Og menn verður að átta að segja hvað frumkvöðull og menn verður að lesa svolítið í það. Og það svona menn segja þetta sem ég hef lesið og menn segja að það hafi verið greindið með óvirkni og jafnvel athyglisbrest og æskan oft einskista lífsreynslu sem hefur að gera kröfu til sjálfstæðis þeirra og trú á sjálfan sig. Þeir þykja að velja sér ótrúlegar slóðir og lenda því oft í einelti af þeim sökum og skapa og búa til eitthvað nýtt og endurbæta það sem þegar til staðar. Og veitir sér frumkvöðullin viðskiptatækifæri og býr til skipulag til þess að hagnýta sér þetta tækifæri. Æviskeið hugmynda frá uppgötvun til framkvæmda getur tekið alltaf 10 ár frá því hugmynd kviknar og þangað til hann fara margar hugmyndir og sumt sem hann að vinna í ruslið þangað til félagið fer á markað. Og líkunar á verki takist eru alltaf minnstar í upphafi þegar þú farið hugmyndina og það minnka alltaf hverju árinu. Og eins og sagt þessari mynd, þá vorum við á stigu 2 þar sem við erum að setja þetta í gang. Það er komið prototype á því kerfi sem við erum með. Verðmæti félagsins eykst, tekið fara að streyma, áhættan minnkar. Ég teka fram eins og í þessu verkefni, tíminn frá því hann byrjar og þá getur hann að setja í gang miklu lengri en sjálft framkvæmdastigið tekur. Svo er bara spurning hvort framkvæmdastigið, hvort þetta tekst. Hérna stage gate process, sem sagt, eins og ég minntist áður á, að allar hugmyndir, þær fara út á leiðinu og við þurfum að þróa okkur að regluverkinu með þá skapandi hugsun sem við erum með og blanda saman rót með rökhugsun hvað sé rétt og rangt til að verkið getur gengið upp. Og þá fer rauði fleturinn niður frá því sem byrja var í upphafi og út. Þannig að við lendum bara á einni línu sem félagið getur starfað á innan lagamarka og það sem virkar. Hérna módelið sjálft, að það alveg frá uppgötvun og viðskiptaáætlun, þróun, prófun á kerfinu og síðan kerfið komið í gang. Ég myndi segja að við séum á stigi 3, við erum að testa og við erum að setja pre-launch á intervals núna í gang fljótlega í mánuðinum og sem þýðir það að við erum að nálgast 4. stig eða lokastig verkefnisins og þá eru fyrirtæki komið upp. Fyrsta stig er að hér með starfsemi, hérna bara starfsemi sem að uppgötva tækifæri og búa til nýja hugmyndir af vöru. Þetta löngu búið og það meiri áratugur síðan.
Matsáætlun, þetta fljótið ódýrt mat, hvort það sé hægt að gera þetta. Það löngu búið að þessu. Byggja viðskiptaáætlun, það búið að þessu. Þróun, áætlanir gerð sett fram, raunveruleg hönnun og þróun var á sér stað. Prófanir mat, það hafa prófun sett í gang eða könnun árið 2004 minnir mig með mybinary.com sem gekk alveg frábærlega og það er ástæða þess að verkefnið hefur farið á stað. Og í 5. stigi er sett full markaðssetning vörunar samkvæmt þessu. Við erum að fara á stig 5 af 4. Að lokum vil ég sýna hérna myndskeið og þáttaröðinni Hver stefnir Ísland sem var nú á RÚV í vor. Þessi þáttur er frá 16. mars 2011. Þátturinn nefnast Ísland og alþjóðasamfélagið og hér lýsir Hrund Gunnsteinsdóttir, þróunarfræðingur, hvernig vinna frumkvöðus virkar þegar tengja það saman skapandi vinnuferli við daglegu rökhugsun sem við þekkjum í dag og hvernig þessi vinna getur tekið alltaf 10 ár áður en verkið fer í framkvæmd. Ég ætla að sýna þetta vídeó hérna að lokum og þakka fyrir mig og það tekur 3 mínútur og síðan er kaffið. Ég held að bara til að byrja með að þá þurfum við að horfast í augu við það að svo virðist sem við á Íslandi gerum okkur ekki grein fyrir hvað skapandi vinnuferli er. Það er að segja á stofnanalevel eða orða það þannig. Þumalputtareglan í allri nýsköpun er að hugmyndir taka það bil 10 ár til að festa rætur og stundum miklu lengur. Og að því tímabili eru sprotafyrirtæki ekki á endalausu lánum. Þannig að fjármögnunin inn í góðar hugmyndir, fjármögnunin sem hlúir að því að rækta skapandi vinnuferli, við þurfum að líta svolítið á hvernig við viljum endurskoða það. Við þurfum að hlúa því. Og við höfum svolítið lagt áherslu á það að fólk hafi viðskiptaáætlun og viðskiptaáætlunin er mjög traustvörðug og hún hljómar vel og þá erum við til að styrkja það til langtíma. En viðskiptaáætlun er byrjunin á framkvæmdinni. Allt stöffið gerist á undan. Skapandi vinnuferli verður til á undan og við þurfum að hlúa vel að þessum jarðvegi og þetta við svo margt annað sem við gerum. Ákvarðanatökur okkar á stefnumótun og tilraunir okkar til þess að gera okkur gildandi á mörgum vettvangum. Við þurfum að hlúa að jarðveginum. Rökhugsun er frábær eiginleiki sem við mannfólki höfum og við höfum ræktað með okkur sérstaklega síðustu 3.000–5.000 árin og rökhugsun gerir okkur kleift að áætla, hún gerir okkur kleift að framkvæma, bara vera til og reikna til dæmis. En það er tvennt við rökhugsunina sem er mikilvægt hérna og annað er að rökhugsunin hefur ekkert hugmyndunarflug. Hún hefur ekkert ímyndarafl. Og í öðru lagi að þá ef við byggjum heiminn fyrst og fremst á rökhugsun þá eigum við að hættu að búa til ómanneskjulegan heim. Þannig að mér langar við sjáum svolítið hlutina sem þetta er svona 2 ólíkir ryþmar. Hér er rökhugsunin, svo kemur skapandi hugsunin hérna inni og það er allt öðruvísi ryþmi. Það er skapandi hugsun fullt af hugmyndaflug í ímyndunarafli og hún hefur eiginleika til að sjá hlutin í samhengi. Hún hefur sterkt innsæi, hún er óhrædd við að takast á við óþekkta af því hún er alltaf að búa til. Hún veit aldrei hvert hún er að fara, þess vegna er hún svo skapandi. Af því hún veit það fyrirfram, þá er hún ekki skapandi. Og skapandi hugsunin í kjarna sínum er líka full af gleði og ástríðu og við skulum ekki gleyma því að ástríða og hugsunir eru það sem breytir heiminum. Þannig að í öllum okkar stofnunum að þá myndi ég vilja sjá jafna áherslu á skapandi hugsun, annars vegar og rökhugsunina hins vegar. Ég þakka fyrir mig og ég held að það sé bara komið að kaffi.